okkar sem heitir Íslenskur sjávarútvegur í fararbroddi. Ég heiti Hildur Hauksdóttir og ég starfa sem sérfræðingur í umhverfismálum hjá SFS. Við ætlum að ræða í dag umhverfis- og orkumál í sjávarútvegi, enda mörgu að hyggja svo sjávarútvegi geti dregið vagninn í mark þegar kemur að þeim málum. En ég held að það sé ekki eftir neina að bíða. Ég ætla að byrja á því að bjóða ráðherra umhverfis-, orku- og loftslagsmála Guðlaug Þór Þórðarson hér upp að opna fundinn. Takk fyrir. Já, bara takk fyrir að fá að vera með ykkur hér í dag og það er ánægjulegt af mörgum ástæðum og nú er það þannig að við höfum svo oft tilhneigingu til þess að svona kvarta og tala hvað allir hlutir séu ómögulegir. En mér finnst það rétt bara þegar maður er að opna þetta hér að tala hlutina eins og þeir eru, að íslenskur sjávarútvegur hefur verið algjörlega til að fyrirmyndar þegar kemur umhverfismálum. Og ég man þá tíð, það er orðið svolítið langt síðan og við vorum fyrsta stjórnmálahreyfingin sem setti það í stefnuskrá okkar að aflamarkskerfi yrði tekið upp og það er mjög langt síðan og það var samþykkt af öllum stöðum þá var það á Neskaupstað og þá var það þannig að ég var formaður sjávarútvegsnefndar SÚS og einhver kynni að halda að það væri vegna þess að menn hefðu séð þarna væri maður á ferðinni sem kynni örugglega vel til verka og geti komið með góða lausn og línu, en það var því miður ekki þannig. Það var vegna þess að það var svo rifið svo mikið eins og bara í þjóðfélaginu öllu í samband okkar sjálfstæðismanna að með sættust það að það væri allt í lagi að maður frá Borgarnesi yrði formaður sjávarútvegsnefndar því það var engin sjávarútvegur þar þannig að hann var ekki tengdur neinu. Og ég segi þessa sögu vegna þess að ég fór og talaði við alla þá útgerðarmenn sem ég gat komist yfir og smá útgerðarmenn og hagsmunaaðila og ég man það mjög vel að þá voru náttúruverndarsamtökin, meðal annars Greenpeace og aðrir slíkir, sem voru mjög fylgjandi því að aflamarkskerfinu. Einfaldlega vegna þess að þeir töldu það væri mesta sjálfbærnin og umhverfisvænasta leiðin. Og ástæðan fyrir því að við höfum náð árangri, þá margir talið það niður að minnka losun Íslendingar með árið 2005 og erum við þá að keppa við það að við vorum 300.000 2005 og við erum 300.000 ferðamenn, nú erum við 400.000 með 2,3 milljónir ferðamanna, að það er ekki síst vegna þess hvað árangur þið hafi náð í því að minnka losun og það er auðvitað ekki hægt að gera það nema fiskveiðistjórnarkerfið hvetji til þess og það er það sem aflamarkskerfið gerir. En síðan er það bara þannig að við ákváðum og þáverandi forsætisráðherra árið 2015 fór á Parísarfundinn og lýsti því yfir og fleiri stöðum að við ætlum að vera best í heimi þegar kemur að loftslagsmálum. Að við höfum eins og aðra þjóðir sett okkur háleit markmið sem er verkefni að vinna til að ná. Og okkar nálgun hefur verið mjög einföld. Hún er það að vinna með þeim sem að þekkja málin og þurfa að koma hlutunum í framkvæmd. Því að með fullri virðingu fyrir því góða fólki sem vinnur í ráðuneytum og stofnunum, að þá er engin aðili betur til þess fær til þess að finna leiðir, til þess að minnka losun en á sama tíma vera með samkeppnishæfan sjávarútveg, en hann getur líka hagnast á því eins og gert að vera sjálfbær og það hefur ekki skaðað þvert á móti, heldur hjálpað í markaðssetningu. Að þá teljum við að þetta sé leiðin til þess að ná árangri. Og það hefur verið ánægjulegt að vinna með ykkur að nýrri aðgerðaáætlun, þó hún hafi ekki séð dagsins ljós. Auðvitað er þetta krefjandi og það þarf virkilega að finna leiðir til þess að ná bæði markmiðum varðandi minnkun losun en sömuleiðis að sjá til þess að við séum samkeppnishæf. En ég hef fulla trú á því að hér inni og í íslensku sjávarútvegi séum með besta fólkið til þess að finna slíka lausnir. Ég veit ekki neina betri. En þá þurfa menn auðvitað að vera einarðir í því að finna það lausnir og við viljum vinna með ykkur að því. Og bara svona til örlitla upprifjunar, að þá er það þannig vegna þess að það er ekkert leyndarmál að ég er að reyna hvað ég get til þess að upplýsa fólk það í hvað umhverfi og það er mjög langt, menn geta skammað mig fyrir þetta í vilja skilur en
En það var ekki ég sem gerði þetta, ég tek hins vegar við þessu en ég skal alveg glaður taka við skömmunum en það breytir bara ekkert að ef mönnum finnst eitthvað til að skamma. En þetta bara staðan sem við erum í og það mjög langt síðan við tókum þessa ákvörðun, við fórum í þessa vegferð 1992 en það önnur saga og þetta fyrirkomulag sem við erum í, þetta eru 3 bókhaldskerfi og það mikilvægt að menn þekki þau. Fyrsta lagi það ETS og þar ertu með stóriðuna, þú ert með millilandasiglingarnar og millilandaflugið og þetta ETS-kerfi meðal annars byggt upp að íslenskri fyrirmynd, það þessi aflamarkskerfinu og þar hvert fyrirtæki með sinn, getum við sagt, útbláturskvóta ef að viðkomandi aðili með minni útblástur þá getur hann selt kvótan, ef hann þarf meiri þá getur hann keypt hann. Og til dæmis annað af stóru fraktflutningafyrirtækjunum okkar, Samskip núna byggja 4 stór metnisskip til þess að, og mun þá geta nýtt sér það að selja þann kvóta sem þeir hafa þegar að þau eru komin í notkun. Og síðan það landnotkun og skógrækt, það annað mál sem og bæði landnotkun og ETS-kerfið og þar við að vinna í samstarfi við önnur EES-ríki, en það sem við þurfum að hafa augun á, en það sem á beinni ábyrgð Íslands og það þessi losun. Og langstærsti hluturinn vegasamgöngur, síðan fiskiskipin, þá landbúnaður, urðun úrgangs, kælibúnaður F-gös, jarðvarmavirkjanir, vélar og tæki og síðan annar iðnaður. Og það hefur margt gengið mjög vel í þessu og það til dæmis aðdánavert og ég vil þakka fyrir það hvernig íslensku sjávarútvegur hefur verið duglegur að tileinka sér það að taka út gamaldags kælibúnað og fara inn í nýtt, það munar virkilega það. En hvort sem okkur líka betur og verst þá höfum við skamman tíma til þess að finna lausnir á því að við þurfum að minnka losunina fyrir 2030 kringum 40%. Ef við förum yfir það með árið 2005, við erum komin í svona 12% minnkun og áætlanir sem að fara mun hærra en ef við náum því að þá getur það verið tekjulind fyrir íslenska þjóð að selja losunarheimildir en ef náum því ekki að þá þurfum við að kaupa þær. Aðalatriði bara máls þetta. Ég vil bara þakka fyrir framsýni ykkar þegar kemur að umhverfismálum, sjálfbærnismálum og þakka fyrir það samstarf sem við höfum átt á undanförnum mánuðum eða ætla síðan orðið ár og ég vonast til þess að það samstarf verði áfram gott og við náum saman niðurstöðu sem að mun verða mikill sigur fyrir okkur öll, ekki bara greinina heldur þjóðina alla. En bara takk fyrir það og ég hlakka til að fá að fylgjast með þessum umræðum og kynningum hér í dag. Ég vil þakka ráðherra kærlega fyrir hans erindi hérna í dag. Hans aðkoma skiptir auðvitað sköpun þegar kemur að því að fjarlægja steina úr götu framfara í þessum efnum. Ég hérna komin til að fjalla nýja umhverfisskýrslu SFS sem kom núna út í dag. En umhverfismálin eru okkur sem starfa í sjávarútvegi auðvitað hjartans mál, enda eiga fáir meira undir umhverfinu eða þá ástandinu í hafinu en akkurat þau sem grundvalla afkomu sín á því. Og þá auðvitað ekki bara við sjávarútveginn heldur þjóðina alla. Ég ætla að fá að stikla aðeins á stóru varðandi skýrsluna og vek athygli á því að það hægt að nálgast eintak af skýrslunni hér frammi eða inn í salnum og líka á heimasíðu SFS. Það eru miklar væntingar til sjávarútvegsins að starfa á forsvaranlegan hátt. SFS og aðildarfélög samtakanna hafa í sameiningu mótað skýra stefnu í samfélagsábyrgð þar sem umhverfis- og loftslagsmálin skipa stóran sess. Undirritun þeirra stefnu var í september árið 2020 og var mikilvægt skref í átt þess að gera íslenska sjávarútveg enn betri. Verkefnin eru margþætt og þau eru vissulega mislangt á veg komin, en með þessu liggur þó allavega fyrir ákvörðun hvert skal stefna, sem að auðvitað samfélag, umhverfi og fyrirtækin sjálf munu njóta góðs af til framtíðar. Í stefnunni sérstaklega kveðið á aukið gagnsæi og fyrirtæki sem standa að þessari stefnu hafa ákveðið að birta ófjárhagslegar upplýsingar umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti.
og með birtingu þessara upplýsinga þá jókst gagnsæi í sjávarútvegi umfram lögbundnar skyldur og komu fyrirtækin þannig til móts við aukið ákall gagnsæi í sjávarútvegi. Ég ætla aðeins að snerta á hringrásarmálum en íslenskur sjávarútvegur hefur auðvitað verið árabil í forystu við nýtingu hliðarafurða hvítfisks í heiminum. Á Íslandi þorskurinn til að mynda með og yfir 90% nýtingarhlutfall, meðan nýtingin aðeins 45–55% í öðrum löndum og þetta samkvæmt athugun íslenska sjávarklasans frá árið 2021. Nýsköpun og þróun þannig mikilvægur, ekki bara mikilvægur, heldur nauðsynlegur þáttur í að ná fram betri nýtingu afurðanna en öflug fiskveiðistjórnin auðvitað skapar einnig hvata til þess því auðvitað takmörkunum háð hvað hægt að veiða mikið úr sjónum. Áherslan þá að ná sem mestum verðmætum út úr hverjum einasta fisk sem dregur þá samhliða úr sóun. Nýju móttöku- og úrvinnslukerfi fyrir veiðarfæraúrgang var komið á laggirnar árið 2021 eða í lok árs á grundvelli samfélagsstefnu sjávarútvegs og nýrra laga hringrásarhagkerfi. Markmiðið að hámarka hringrás veiðarfæra og forða þeim frá því að enda í hafnagámum og þaðan í urðun. Og í kjölfarið opnuðum við 15 móttökustöðvar allt land fyrir veiðarfæraúrgang þar sem allir íslenskir lögaðilar geta nýtt sér. En árangur kerfisins stóð ekki á sér en eins og má sjá hérna á glærunni en útflutningur á veiðarfærin til endurvinnslu hefur í raun þrefaldast frá því að kerfið tók við. Þetta í raun og veru langt umfram þau markmið sem sett hafa verið 80% söfnunarhlutfall og 80% af því til endurvinnslu með við meðaltal af innflutningi veiðarfæra sem innihalda plast síðustu ára. Þessi innflutningur hefur verið í kringum 1000 til 1100 tonn, þannig að við komin langt fram yfir það og ég held að engin önnur þjóð kemst með tærnar þar sem við höfum hælana þarna. Hluti reyndar af þessum árangri og ástæðan fyrir því að við erum komin svona langt fram yfir má rekja til verkefnis sem við höfum verið í síðustu 2 ár að hreinsa upp munaðarlaus veiðarfæri í kringum landið og það verkefni sem við höfum unnið í mjög góðu samstarfi við Eimskip og veiðarfæragerðir í kringum landið. Veiðarfæraúrgangur í dag að mestu fluttur til endurvinnslu í Danmörku, Litáen, Hollandi og Slóveníu og framleiðslan og efnið að fara að mestu leyti í raf- og bílaiðnaðinn eða þá í húsgagna- og hátískuiðnað frá vörumerkjum sem við þekkjum öll. Skoðum förum aðeins inn í sótsporið en það blasir auðvitað við hverjum sem vill það sjá að sjávarútvegur leiðandi í loftslagsmálum í íslensku atvinnulífi. Myndin hér sýnir okkur að íslensku sjávarútvegur hefur dregið úr olíunotkun tæp 40% á rúmum 30 árum. Samdrátturinn væri reyndar nær 50% ef ekki hefur komið til verulega skerðingra á raforku til fiskimjölsverksmiðja á síðastliðnum 2 árum. Nær allar fiskimjölsverksmiðjur eru rafvæddar og þær fáu sem eftir standa, þær sitja færis. Fiskiskipaflotinn jafnframt langt kominn með því að skipta út kælumylum fyrir aðra sem ekki menga. Það verkefni nánast mjög lítið eftir þar. En langstærsti partur kolefnisfótspors íslensks sjávarútvegs kemur frá olíunotkun fiskiskipaflotans og það því alltaf til mikils að vinna að ná að lágmarka það. Olíunotkun var mest árið 1996 en síðan þá hefur hún dregist saman nokkur samfellt og það þrátt fyrir sambærilega veiði. Og það hlýtur að teljast í öllu falli gott að fá meiri verðmæti út úr minni áhrifum á umhverfið. Íslenskur fiskur hefur líka margfalt minni kolefnisspor en annað dýraprótein sem stendur neytendum til boða og jafnvel þó að flytja þurfi fiskinn langan veg frá Íslandi með skipum eða flugi. Íslenskur fiskur auðvitað ekki bara umhverfisvænn kostur, hann líka heilnæmur og veiddur með sjálfbærum hætti. Íslenskur fiskur og verður undirstaða mataræði þeirra sem vilja leggja sitt af mörkum í loftslagsmálum. Hér sambærileg mynd af olíunotkun íslenskra fiskiskipa en þarna sjáið þið að frá árinu
svartolía hefur ekki verið notuð heldur í fiskiskipum síðan árið 2019 og því úr sögunni í íslenskum sjávarútvegi. Raforkunotkun Raforkunotkun í sjávarútvegi var alls 445 gigawattstundir árið 2022 og hefur í raun aukist 44% frá árinu 2000. Þetta samkvæmt upplýsingum frá Orkustofnun. Þessi þróun auðvitað rétt átt því að við viljum auðvitað halda átrúð áfram við að auka notkun raforku á kostnað jarðefnaeldsneytis. Stærstu tækifærin í þeim efnum lúta að tengingum skipa við raforku í höfn þar sem í raun upp á vantar og rafvæðingu fiskimjölsverksmiðja. En væri staða orkumála og innviða eins og best væri á kosið, þá hefðum við hugsanlega getað nýtt 110 gigawattstundir í viðbót árið 2022. Fyrirtæki í sjávarútvegi hafa auðvitað ráðist í mjög miklar fjárfestingar á undanförnum árum og hefur fjárfesting í sjávarútvegi í raun ekki verið meiri frá árinu 1990. Aðallega hefur verið fjárfest í sparneytnari skipum og vinnslum sem eru útbúnar hátæknibúnaði, oft íslenskt hugvit og smíði, en þessar fjárfestingar hafa auðvitað verið ráðandi þáttur í að tryggja samkeppnishæfni greinarinnar í alþjóðlegri samkeppni og stuðla að aukinni verðmætasköpun. Einn veigamesti ábati fjárfestingar líka í sjávarútvegi má telja vera þessi árangur sem telst til samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda einnig og það skilar sér auðvitað í minna kolefnisspori. Skoðum aðeins orkuskipti, en orkuskipti í sjávarútvegi verða auðvitað ekki leyst á einum degi. Þetta er stórt mál. Við hins vegar gerðum könnun nýverið meðal okkar félagsmanna og stjórnenda hjá félagsmönnum. Þar sem kemur fram að 90% stjórnenda í íslensku sjávarútvegsfyrirtæki hafa íhugað alvarlega að fjárfesta að einhverju leyti í orkuskiptum í sínum flota, stefna að því við næstu endurnýjun eða hafa hafið verkefni sem snýr að því að nýta aðra orkugjafa en jarðefnaeldsneyti á hafi. Í raun það svo að það eru 2 íslensk sjávarútvegsfyrirtæki allavega sem eru með verkefni í gangi sem snýr að þessu, sem Útgerðarfélag Reykjavíkur og Samherji. Í þessari sömu könnun sem framkvæmd var meðal stjórnenda sjávarútvegsfyrirtækja í Íslandi kom fram að svona helstu hindranir vegna orkuskipta eru tækniáhætta, það skortur á orkuframboði og innviðum og svo ýmis óvissa varðandi þá orkugjafa, kostnað og fleira. Svo kom í ljós líka að útgerðum hugnast engin einn orkugjafi fram yfir annan þegar kemur að nýjum orkugjöfum á fiskiskip næstu 5-15 ár utan jarðefnaeldsneytis. Óvissan auðvitað töluverð og persónulega finnst mér áhugavert að sjá vetni skora svona hátt en þarna má kannski túlka þetta svo að það sé verið að vísa til rafeldsneytis sem byggt á grunninum á vetni. Norska ráðgjafafyrirtæki DNVAF vann greiningu fyrir SFS núna síðasta ári sem leiddi í ljós að rúmur þriðjungur olíunotkunar fiskiskipaflotans áætlaður hjá uppsjávarskipum og fjórðungur hjá ferskfisktogurum. Frekari sundurliðun má svo sjá á þessari mynd, en skip nýta líka olíu við mismunandi þætti starfseminnar, þó aðallega í siglingu eða við tog eða í höfn. Notkunin einnig háð gerð skipa og þið sjáu niðurbrot þessara þátta hér á þessum gröfum sem eru áætlaðir þá með við greiningu DNVAF. En út úr þessum gögnum og greiningu á aldurssamsetningu flotans og tækniþróun flotans getum við áætlað hvar hægt að ná fram sparnaði í olíunotkunum með mismunandi aðferðum og þetta var svo sett fram í loftslagsvæðis í sjávarútvegs sem við gáfum út núna í fyrra. Það þarf að treysta íslensku sjávarútvegi til að varða leiðina fram á við að settum markmiðum í loftslagsmálum. Sjávarútvegurinn hefur verið í samvinnu við stjórnvöld svo megi ná þessum markmiðum eins og Guðlaugur kom inn á áðan og við viljum ná þeim hratt og örugglega og loftslagsvæðis í sjávarútvegs þar til að mynda að finna aðgerðir, metnaðarfullar samstarfsaðgerðir og úrbótatillögur
þar sem fyrirtæki í sjávarútvegi eru tilbúin að fjárfesta í orkusparandi lausnum og orkuskiptum. Og ég ætla að segja að það stendur ekki á íslenskum sjávarútvegi þegar kemur að árangri í loftslagsmálum til framtíðar. Boltinn að miklu leyti líka hjá stjórnvöldum. Það þarf að tryggja framboð á grænni orku. Það þarf fjárhagslegt svigrúm til fjárfestinga í formi þá hóflegrar gjaldtöku, stöðugt starfsumhverfi og sterkari innviði. Í stuttu máli má segja það að hlutverk stjórnvalda í verkefninu sé að liðka fyrir þeirri þróun sem þau hafa skuldbundið land og þjóð til að ná. Og nú á næstunni von einmitt á aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og við vonum að hún innihaldi aðgerðir sem eru hvetjandi, lausnamiðaðar og liðki fyrir þeim verkefnum sem nauðsynleg eru og atvinnulífið hefur skuldbundið sig til að fara í samstarfi atvinnulífs og stjórnvalda. Takk fyrir. En við erum þó hvergi nær hætt. Næstan vill ég kynna til leiks Arnstein Eknes frá norska ráðgjafafyrirtækinu DNVAF. Hann ætlar að fjalla orkumáli sjávarútvegi og stóru myndina. Welcome, Arnstein Eknes. The floor is yours. Thanks a lot, and thanks for inviting me back to Reykjavik. The next presentation I've divided into 5 parts. So the beginning is about energy, and then I intend to give you an ABC for what can fisherman owner, what is the vessel owner, what can we do being an owner. And the last part is more about collaboration and maybe what does it take to unlock the potential that is all ahead of us. But before I start, DNV has now been active in 160 years. And the purpose is to safeguard life, property, and the environment. That has remained fixed for many, many years. And then we also want to be a trusted voice for tackle global transformations. And I think what you heard also this morning, the transformations which are ahead of us are quite dramatic with regard to energy and with regard to how we are going to tackle this as a society. Just one more slide to show we are about 15,000 employees today. We have 4 solid legs. One of them is the maritime, where we are typically classifying ships and approving new technology. But also notice that we have 5,000 people working only on energy-related issues like wind, solar, power plants, nuclear, biofuels, whatever you can imagine, power grid, etc., globally. Some weeks before Easter, I was in Saudi Arabia. And I'm not sure what you think when you see this picture, but someone call it greenwashing or sport washing, or when they are importing very famous football players from abroad. But they definitely want to do something this is in Saudi Arabia. They definitely want to change the country. And one way to do it is to take in people from outside and inspire the existing. And in Norway, we have this kind of a maniac from time to time changing how we look at what is possible to do on a football match. But the interesting part is that when you play football, my youngest son is a football player and a coach. When I talk football with him, this is what he thinks about. Because for international rules, valid for everyone, and maybe that is not the case everywhere, you think. What is football? If you're in the US, this is football for them. And they call our football something else. So sometimes when we are talking about environment, when we are talking about policy, when we're talking about what is possible or not possible, just have in mind that what is possible in one culture is maybe not possible in a different culture. And I think it is quite important for us also now to understand that the game we have been playing with the past of shipping and the past of how to operate a ship is maybe now changing. It's time to change the game. This picture was first shown to me last Thursday and Friday at a Shipping and Offshore Network meeting outside Oslo. And it's showing that the temperature in the ocean is alarmingly high. The red is far above normal. The dark blue is colder, far colder than normal. And as you can see here, part of the challenge, this is affecting all fisheries because
when the fish is meeting a different ecosystem or a different climate, we know that they tend to seek where they have the best conditions. And in tradition, that means going towards the poles, going south or going up north. So maybe this is good for Iceland in a short perspective. What is even more scaring is that the average sea temperature, the red line here is 2023, and the dark line on top is 2024 so far. And this is really alarming from the climate researchers. And the same is the case when we go to the air. You can have my slides afterwards, so don't worry about that. But you can see the yellow line on top, that is March 2024. And the red line here, that is the air temperature in the whole world, average. Never has it been warmer than what it is now. And what we in DNV think when we are analyzing this is one thing. When we are analyzing the models, we think that the 1.5 goal for United Nations, that is history. Let's forget about that. It's not possible. The question now is, will we end at 2.2, which is right we are heading right now, and are we able to turn fast enough so that this is not completely going out of range? Because nature is changing and we have to live with that. Last summer, in July, IMO, they actually strengthened the rules. You can see that the red line here, that is the previous ambition, which was valid last time I was in Reykjavik. And the new strengthened ambition is the green line, saying that we should decarbonize faster. They've even said within 2050 be net zero on emissions. Is that possible? I'm one of those guys that, think that this is overly ambitious. It's a political goal. It's almost like sailing towards the North Star, using it as a navigational aid. You can use this as a navigational aid, but you do know that you are not going to end up at the North Star. And this is almost like similar, because we don't understand how we are going to decarbonize this fast. And one of the challenges is actually that we are facing, the whole world, an energy trilemma. Imagine when Russia did what they did in Ukraine, when Nord Stream was disconnected to Germany, and Germany suddenly realized that, we were planning to shut down the nuclear power plants, but now we have to keep them alive, and maybe we have to wake up our coal plants. We need energy, and we need it to be affordable, and we need it to be sustainable, all of those three. And unfortunately, I think that if you are forced between having energy or no energy, to have energy is actually more important than to have dirty energy. I think that's how most people are thinking. And if you can't afford it, then maybe what happened in Sri Lanka is 2 years back, the government had to go because it was too expensive to live. So the democratic elected government was flipped out of power. Something similar could happen in Europe if electricity, if power, if energy, if gas is too expensive. So this is a balance. This is a delicate balance for the politicians and for society to manage. If you're out of business, you're out of business. And then it does not help that it is available anymore. So I think that availability is on top, affordability is number 2, and unfortunately sustainability is on the last one. And we do know that we have to act on all of them. For the maritime industry, the challenge is that diesel is very efficient. It's a very smart way of containing a lot of energy in a small volume. And it's safe and it's proven. And all the other alternatives are coming with complicating factors. They require more space. They are more costly to produce. Or they are more challenging to take care of with safety and security issues, things like that, on board for the people. And we also know that if we are going for biofuels, if we are going for cleaner fuels, we will compete with other industry. We will definitely compete with industry and segments and private consumers that are maybe willing to pay more for that than what we are as an industry. But this is a headache for us, and we have to be aware that the amount of bioproducts today is not big enough to cover the whole supply. It's a part of the picture, it's a part of a future solution, but it's not the only solution. We have to do something different and better. When we are advising ship owners what to do, what we launched last October, we said that, the ship owners should reduce energy consumption now. They should consider all decarbonization options possible for them.
focus on fuel flexibility. Be careful and not be locked into one fuel alone, because maybe that fuel is so unique that no one else wants to do the same. And engage stakeholders in long-term fuel strategy. And by stakeholders, we mean anyone that can influence your business. So that was my lengthy intro. Now I'm going to give you more like a quick ABC, and then I'm going to sum up after that. A, what can we do? Well, save energy. The energy you don't use is the cheapest to save very often if you can do something operationally. And I'm going to start off by showing you a picture of the operational profile. Each column here, that is time spent in a certain mode. And then there are multiple axes. There is a speed axis going this way. And this is for a container liner sailing in 2 years. And you know the container industry, they say that we are going like clockwork. We know exactly what we are doing. So we are very reliable, and it's the same speed, the same power all the time. But as you can see here, when they ordered the ship designer and the contract, they said that this is where we want the ship performance to be optimum, 24 knots, 80% cargo. And during the first 2 years of sailing, it never operated exactly there. And then you can imagine, what if they had optimized this power plant to be flexible and be efficient, energy efficient, and optimum for a different range, for more flexibility? How much did they lose by having too big engine too much of the time? Or how much did they lose by not optimizing on the reel? They were locking it in on a design point instead of a design range. This is something that we in the fishing industry, of course, you are aware of it. And I think it's really important that you also are on top of how you're operating your fleet. What does matter for you? And what should you go to when you go next time to build something new or modify your vessel? What are you asking the designers or the engineers or the suppliers to do? I think we can learn, even if this is from the container industry, I think we can learn quite a lot, both in offshore, in fishing, and in ferries, and in many other segments. The second part here is actually the operational saving potential. And now I'm using a story from 180 offshore vessels, not only in the North Sea, but in West Africa, in Brazil, in different parts of the world. 7 ship owners, 180 offshore vessels. And what we saw is that it's easy to save almost 5% of fuel by just tuning and doing certain things as a ship owner. Then there are certain things that is coming at a certain cost. For instance, polishing a propeller. You need to have a diver in the ocean. Someone needs to pay that diver, and maybe you have to be off hire for a few hours. It comes with a cost, but it's a short payback time. And what we see is that to be aware of these things here, fishing vessel owners, they are normally also owing the cargo unless they have sold it already. So you can influence the whole value chain here yourself, but in many other segments they can't, because they are leasing out the ship as a platform for someone else to earn money. So to understand these interactions and what can be done, we saw for these 180 vessels, not investing anything can give them a 15% energy saving or fuel saving, which accounts to big money. And I think this is some of the things you already have done on Iceland. But remember, there is no need to wait for doing this. This is something that can be done immediately. I promised an ABC. That was the A. Use less energy and search for the low-hanging fruit. B, what can you do with the changes on board? What can you do to use your energy smarter? What all of us have done at home, at least in my home, most home in Europe, we have gone away from inefficient technology to more efficient. We are using LED lights inside, producing light and not heat. The lamp to the right is using 97% more energy in order to produce 3% of the light compared to the bulb on left. And the bulb on the left is maybe more expensive, but you don't have the fumes and you have better climate inside. We have to look at how we are also configuring our fleet and what we are doing with the vessels. We know that the specific fuel consumption, the amount of fuel you burn per work, is going up when you are at low load scenario. And we know that generators don't like to go on very low load either. And very low load is quite common for quite many fishing vessels for a lot of the time. And this is typically where it makes sense to do some analysis. This is the most advanced slide I have in my presentation, I promise. So
bear over with this. But if you imagine that you put one in on top, and then you get 22% out on bottom in work. And that is in a high load scenario. If you are just waiting or idling, then you get 5% out on the propeller, and the rest is gone in losses internally in the system. If you can change the system with more other components, using batteries, using fuel cells, using different technologies, more electrical, etc., you see that you can double the efficiency in full load, and you can almost 8-fold or 10-fold the efficiency in a low load. These are system changes that we can do on each vessel. You shouldn't do it straight on before you have the numbers and understand what makes sense for me. And this is about efficiency, not cost. Cost is always something you have to look at. What is the payback time? That was the B. When you have bought the energy on board, you can use more of that energy to produce something good for you. What is the C? That is about the last and most difficult step, the cleaner fuels, biofuels, ammonia, methanol, whatever. How do we plug into that? And I think to make it very short, engage with stakeholders in long-term fuel strategy. You cannot do this alone. If you want to have a car which is running on nuclear energy today, you can go and buy that car, but yeah, actually that was the wrong example, because if you buy that car, then you have the power with you for the next 25 years. And you probably can't afford to exchange that car for the next, I don't know how expensive that would be if it is nuclear. But if you buy it for hydrogen, where is the hydrogen tapping station? And if you want to sell that car to someone else, where are you going to sell it to a second-hand market? These are part of the difficult commercial evaluation that all ship owners are doing now when they are considering what to buy, what to do next, because we are so used with oil, we are so used with diesel. It would be easier if someone synthetically produced that diesel, doing it in a clean way, and we can continue to run our industry using the engines we already have. So that is actually one of the options for the future. And then there are multiple other options there. What I want you to be aware of is that half the tonnage now in the order book is actually ordered. This is tonnage, this is not number of ships. 80% of the numbers of ships are ordered conventional. But half the tonnage, meaning many, many big vessels, they are now looking for new fuels. And this has changed quite rapidly. So I'll bring you to a short story on this. We had the first 100% LNG fueled ferry in Norway. That was in year 2000, a passenger car ferry. And at that time, many people said that this is too unsafe. We shouldn't have so many people on board an LNG fueled vessel. And you can see here it's quite a small one, and it costed quite a lot to build and quite a lot to develop, because this was stretching what we thought was possible at that time. In January this year, 2024, Royal Caribbean, they started sailing with the Icon of the Seas to the left. You can see it, 7,600 passengers on board. It's like a city with 10,000 people. And this is 100% fueled by LNG. It can go dual fuel, also using diesel, and they have big batteries on board. And they are saying that using LNG here for them is a bridging fuel to the next future. They know that LNG is not optimum. So in many ways, it took 20 years before, or 25 years from the first real propulsion system here until it's really now, this is easy and to order, and it's kind of from the shelf. And by the way, I was project responsible, not for this one, but for the last generation Oasis of the Seas. It's like Central Park on board. It's amazing what you can do. And then remember that these big vessels, they are now the big drinkers of fuel. A ship like this is maybe drinking 300 to 350 ton fuel per day. So then you have it in perspective. The next that came was electrification, fully electrical. And of course, who can electrify better than the ferries going from predefined destinations? They know exactly where they're going, and then you need to have a charging system in each end, and you need enough electricity there. So in Norway, it happened that politicians, they had a mishap with taxation, and then as a part to fix that, they developed a NOx fund, saying that when you are paying to the NOx fund on your emissions, then the money in the NOx fund, they will go back to the industry, to those that can use technology and install that on board. Ampere came as one of the first ferries
Today, this is a snapshot from this morning, from the database. There are 902 vessels now sailing with the battery system involved globally. And I'm happy to see that fishing vessels, ferries, and offshore vessels are the 3 largest segments that are embarking this. I think the reason why the fishing vessels are so high is because of this NOx fund in Norway, that the fishermen that are paying NOx into the government, they will get money back for doing investment when it is helping to reduce emissions. And those rules are being changed over time. Those rules are now being also explored and tested in Singapore. They're trying to do that in different areas. And in the United States, they have their own Inflation Reduction Act, IRA, where they are in particularly giving money to those projects that can lead and be leading towards testing of new technology. Electrification is a trend. I guess quite many of you were used to have hydraulic equipment on board, and now you see that to electrify this is actually reducing the amount of energy you're using. Be a bit careful and cautious, because it also should work, it should be safe. So this is not, I'm not saying that this is easy, I'm saying that there are many things that can be done, but electrification is one of them. The last one that I have up here as an example, that is MF Hydro, which started sailing last year, running 100% on hydrogen. And this is to prove that the technology is possible, again on a ferry with a lot of passengers. It is running in Norway, using hydrogen and fuel cells. The hydrogen is produced using natural gas or coal in Germany. So it's really dirty. It's not environmental friendly at all, but it's helping to qualify that this technology is possible. And of course, it's much easier to produce clean hydrogen in Norway when we have plenty of hydropower, or we used to have plenty of hydropower. I think we are facing the same as you are doing in Iceland, that we are somehow running out of clean electricity. We need to reinvest and invest more in our power system, power grid. And that's a global challenge for all countries right now, because we seem that electrification is solving a lot of these problems. Electrification and offshore wind, solar, you have geothermal heat, plenty of it I've heard and seen. It's not lack of energy. It is lack of willingness to invest in the infrastructure that is transforming that energy into your socket so that you can use it and charge it, or that you can use it to produce other type of fuel. That is the challenge we have. My first visit to Reykjavik was in 2002, and I think I saw something like this at that time, running on hydrogen. You had power stations, you had filling stations far ahead of the rest of the world. Now I have to go to Aberdeen to see buses running on hydrogen. And what you have learned on Iceland is that this was too costly. It is costing you less, and it's easier to do these buses now fully electric than to go using hydrogen. So that is also part of the learning, to explore and test, and then really see that if this is too expensive, why not go for something which is safer and cheaper, significantly cheaper. Today, there are more than 500,000 buses in China, probably reaching maybe 1 million soon. That is one of the biggest transformation shifts that is taking place around us. What are the alternatives? I think you can see on this here that there are different types of fuels. Fuel oil, we say methane, which is LNG, pure electrical, methanol, ammonia, hydrogen. We should have put nuclear here also, because that is part of the future. That we don't think that was coming from scaling for ships for the next decade, but it will definitely come as a source to produce synthetic fuels. And then carbon capture, CCS. There are quite many large companies now that are considering, can we capture the carbon on board of ships with a small plant, and then we can drop it off when we are in port. Technically, yes, that will work. The problem is to have the supply chain, the circular economy. Someone needs to take a lot of carbon capture into use and either pump it down in the ground or make good products out of it. And that is a value chain that we need to build all together. When I was briefed before this, I understand that one of the things that is a challenge on Iceland is what are the alternatives for the new fuels. And if you look at this illustration here, this is saying the total energy input well to wake. Life cycle, or lifetime, from the source to it is producing propulsion energy or anything on board the vessel. And you can see that battery charge from the grid is highly efficient.
And if you're sailing short distances, then it's not a problem. Then you can go all batteries. But the moment you need to go a bit further and have more energy with you, then the battery will be so big that you need to have a liquid source or some other source. And that is the case for most fishing vessels, I think. And what is the best fuel there? Well, that is where ammonia, hydrogen, in particular hydrogen, can work in a very short range. But if you want to go longer, then you should have something which can contain more energy, like ammonia or methanol, or maybe other types. What you can see here is that the total energy input to make this fuel or to make this work on synthetic methanol or synthetic diesel, it requires a lot of energy in order to make it work. But when you are doing it, it will be green, meaning that we need a lot of power plants that are renewable. We need a lot of solar or a lot of wind or a lot of geothermal heat. We need that infrastructure in order to produce these fuels. And that's normally not a cost which you as a fishing vessel owner will take, or as a part of that industry will take alone. We need to collaborate to find out what makes sense for us to do as a society. I think in particular in Iceland, since you're an island, and you have to probably import a lot of the fuel that you are using today. And then you can also have the discussion, what can you build up because you have plenty of energy, but what is the cost to build that infrastructure so that you can provide completely renewable for the future. A second thing for the ship owners to consider is actually that technology is not always ready. People are talking about things, but a lot of the orders now at shipyards, they are expecting technology to be ready within some years. And you can see here that this will take time, but it's coming. So we are saying technology is not the problem. Technology is part of the solution. The problem here is to understand how to play football or American football or Icelandic, not football, but something else, because your football seems to be quite similar to mine. The problem is which rules do we need to change as a society and who should take this cost and what do they need? And I think the report you got earlier today, that is helping you in that direction because it's helping you to show what you can do now in the near term. ABC, if I should put it into here, the first step, save energy. Plenty of things you can do. Don't wait. No reason to postpone things. I'm sorry that this is the smallest text of all my slides, but it's a summary of the second part here. Retrofit and conversions. There is a lot you can do already today in testing out new technology, and I know that this is what is happening now on fishing vessels. And the third one, really for going zero emission, that is where you need a collaborative approach. Because it requires new infrastructure, and that is also a signal that to build this new infrastructure, something else is needed. I think in the Nordic countries, we are coming from a culture where many, many years back, someone said that speech is silver, but silence is gold. I was living some years in Finland, and their silence was extraordinary gold. It took me some time to find the code, how to unlock it. But I also know that if your governments or your customers or anyone want to invest in what makes sense and what is the cleanest and greenest, we need as an industry to be better to share data. So in my head, those that are the best in sharing and providing transparency, they are having part of the clue here for the future. And that also means that collaboration, I think, is the new gold. And maybe to create trust between stakeholders there, that is the new currency. The last part of my presentation, that is going to give you some examples of what can this lead to. Examples from outside, not from Iceland, but from outside. It's a saying, if you want to go fast, go alone. And if you want to reach far, go together. In the Green Shipping Program, that came partly as a result of this, I should say, political mishap in Norway, which was then fixed by having a NOx fund and some mechanisms, so that the industry realized that no, we don't have to go bankrupt, we can actually get some of the money back, and we can have the mechanisms to renew ourselves. There are multiple projects which are being tested out. There's more than 120 companies collaborating together with banks and so on to find solutions that can work.
And that includes also emission reduction from fishing vessels. It includes the same discussion that you have had now in Iceland. What should we measure? What should we report? And how should we do it so that it's possible to see the totality of the business? One of the things that this program is doing is to give money for pilots so that you can have feasibility studies. I think you are working on ammonia now, you are working on methanol, you are working on some dedicated projects here. Similar has been done in other countries, and the results will be unique for that area where they are operating in. So some of the results in this Norwegian study for ammonia were showing that, well, this was a bit too costly and a bit too early to do when they did the project, but at least they got the know-how of what they should observe and what they need to have in place for doing it. This report is available so that you can download actually for free on the internet. Another project collaboration is transition-linked financing for the fishing fleet. How do we get money to those that are willing to do something here? How do we ensure that they are getting finances from where? From banks, or what should they do? Because the banks in Europe today, they have to report that I'm lending you this amount of Icelandic kroner, and at the same time, I need to show what is happening with that money with regard to emissions. They have to be more transparent on that kind of reporting. So if they don't get the real number back from you or from us in this room, they are struggling to do their own job from a regulatory point of view. So one of the learning we have so far, this is an ongoing project, is actually coming with advices for what we should say to the European Union with regard to their rules and regulations, how we can make sure that this system will actually unlock the potential and not lock it in. And of course, the banks will incentivize investments contributing to reduce emissions. That's what banks are saying themselves, because they're acting on behalf of their owners. So my last slide, summing it up, it's a call for action from climate. The planet needs us to do something, so don't worry about that. The planet will survive, but we may struggle to find out how to do it if the weather is going all in different directions behind us. To work on energy is the key to decarbonize. And I think that we will see governments losing power and other governments, maybe big political and societal shift if we are not able to manage this in a good manner, because this can make companies and countries bankrupt. We need as an industry to build insight and share. Transparency is required. And we also need collaboration to unlock the potential. Thanks a lot for listening. Jæja, ég vil þakka kærlega fyrir honum Arnstein Agnes. Thank you, Arnstein. Næst vil ég bjóða Gunnþóri Ingasyni, forstjóra Síldarvinnslunnar, að taka orðið, en hann ætlar að fara yfir áskoranir í orku- og umhverfismálum í starfsemi Síldarvinnslunnar. Gjörðu svo vel, Gunnþór. Ráðherra, ágætu áhorfendur, þakka nú bara upphæði fyrir að fá þetta tækifæri til að hitta ykkur hérna á Arnbjörgur. Já, við erum að fara yfir áskoranir í orku- og umhverfismál og þróun í framleiðslu fiskimjöls í dag, og þar horfum við í rauninni fram á það sem við köllum öfug orkuskipti sem blasa við okkur. Margt er sagt, viljinn er mikill, en ég held að allt kapp sé best með forsjá. Verður Ísland jarðefnaeldsneytislaust árið 2040 eða 50 er það raunhæft fyrir eyju norður í Ballarhafi sem byggir á nýtingu auðlinda sjávar og útflutningi þeirra afurða á erlenda markaði, sem byggir á innflutningi ferðamanna til landsins með skipum og flugi. Ég ætla nú ekki að reyna að svara öllum þessum spurningum. En í gamla daga var oft mikil mengun frá fiskimjölsverksmiðjunum og reykjavort á verksmiðjana fyllt oft firði svo ekki sást til sólar. Við vorum með eldþurrkara og lakari gæði, við vorum að brenna svartolíu, við vorum með ókælt efni
og þaðan kannski viðlúandi þessi gúan og bræðslu orðstýr á fiskimjölsiðnaðinum. En síðan hefur þetta þróast þurrkaðferðir og orkunýting verksmiðjanna. Í upphafi var gufuaframleiðslan rafvædd, það er að segja með rafskautakötlum, og var sá fyrsti settur upp í verksmiðjunni í Krossanesi 1990. En þá var gerður svokallaður samningur umframorku. Umframorkusamningar fólu í sér að varaafl þurfti að vera til staðar í raforkukerfi landsmanna og þarf að vera til staðar þar sem mikið vatnsafl. Og þannig var fiskimjölsiðnaðurinn, sem orkufrekur, kjörinn til sveiflujöfnunar á móti vatnsbúskap landsins. Lykilforsenda fjárfestinganna var aðgengi að þessari umframorku á hagstæðari verðum, en á móti þá tókum við á okkur fjárfestingu og viðhald á varaafli sem þurfti að vera til staðar. Við til dæmis ákváðum að fara í raforkuvæðingu verksmiðjunnar í Neskaupstað á árinu 2012. Tók reyndar nokkur ár að fá bara aðgengi að raforku í kerfinu. Ég telst oft til svona að skoða þetta. Ég held að hafa verið bara að renna orka til sjávar í 5 ára áður en við fengum frá þegar við byrjuðum þar til við gátum sett í gang. En fjárfestingi var mikil en borgaði sig fjárhagslega út frá þeim forsendum sem voru til staðar þegar af stað var farið. En síðan hefur orkuverð sveiflast og höfum við séð tímabil þar sem að munurinn í rafmagninu mjög í óhag. Þetta er mikil fjárfesting og verksmiðjur með fáa vinnsludaga og litla nýtingu eiga erfitt með að réttlæta slíka fjárfestingu. En að sjálfsögðu verðum við að meta umhverfisþætti inn í dæmi líka og það gerum við að sjálfsögðu. En aðstöðumunur okkar á Íslandi og erlendra samkeppnisaðila er að víða eru styrkir og niðurgreiðslur á fjárfestingar sem þessar. Því er ekki til að dreifa hér. Það liggur alveg fyrir að fiskimjölsiðnaðurinn á Íslandi er erfiður notandi með óstöðuga orku. Eins og sést á þessari mynd mikil notkun yfir veturinn á góðum loðnuvertíðum og svo minna aðra mánuði. Það er erfitt að áætla notkun, hún sveiflast mikið eftir aflabrögðum og aflaheimildum. En samt viljum við meina, þrátt fyrir það sé fiskimjölsiðnaðurinn bara mjög góður til sveiflujöfnunar í raforkukerfinu. Vatnsaflsvirkjanir okkar þurfa að vera með ákveðið umframafl til að mæta sveiflum vatnsstöðu. Að sama skapi mun aukin orkuframleiðsla með vindmyllum vonandi auka sveigjanleika enn frekar í kerfinu. Nú, svona örstutt ef við skoðum bara hvernig iðnaðurinn lítur út í dag, þá erum við með 10 starfandi verksmiðjur með afkastagetu upp á einhver 12.000 tonn. 5 af þeim eru rafvæddar að fullu, 3 að hluta. 2 verksmiðjur fá ekki aðgang að rafmagni. Þarna þarf að klára raforkuvæðingu að fullu og koma dreifingu út á þá staði sem ekki er til staðar í dag. Það er athyglisvert, kom reyndar fram hérna áðan, þessi þróun á raforkunotkun. En þessi mynd sýnir í rauninni hlutfall raforkunotkunar verksmiðjanna frá árinu 2012. En það er svona á því tímabili sem við erum að byrja að fá afhenta orku. Við sjáum að árinu 2012 var 47% af orkunni raforka. Fór upp í 84% 2020, en hvað gerist 2022? Lónin tóm og vantar orku í kerfið. Við fáum ekki orku förum í 46%. Aðeins meira á síðasta ári, 57%, og ég held því miður að 2024 sem við erum að byrja núna að stefni í bara mjög ljótt hlutfall og að því miður að þá haldi þetta upp á við. En áður en þessi blessaða raforkuvæðing hófst, að þá má reikna fyrir til að við höfum verið að nota 85–90% olíu í verksmiðjunum. Þannig auðvitað er þetta búið að skila miklu en betur. Nú, rafvæðingin umhverfisvæn. Við erum laus við útblástur og losnum við blámóðuna sem oft vill verða, oft vill þétta sig inn í lokuðum fjörðum á sumarstillum. Það er kannski erfitt að koma hérna á suðvesturhorni, þið þekkið ekki náttúrulega austfísku sumarstillurnar í fjörðunum okkar. Þeir hafa oft verið fullir af blámóðu.
enda sést ekki vindur þar svo mánuðum skipti. En þetta endurnýjanlegur orkugjafi sem leysir innflutt eldsneyti af hólmi. Þetta dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það sparar erlenda gjaldeyri. Þetta einfaldlega hagstætt fyrir þjóðarbúið. Það mun betra starfsumhverfi fyrir starfsmenn inn í rafvæddum fiskimjölsverksmiðjum. Það í rauninni full ástæða fyrir okkur sem Íslendinga að hafa virkilega áhyggjur af raforkumálum þjóðarinnar. Í rauninni ekkert annað en krísuástand. Ef Ísland væri fyrirtæki, þá sæti stjórn þess sveitt í þessu krísuástandi að sjá fram málum. Og við það stjórnarborð væri ekki pláss fyrir úrtölu og niðurrif. Við þurfum framsýni og lausnamiðað fólk sem ætlar að vinna okkur út úr þessum vanda. Þessi mynd sem hérna uppi sýnir uppbyggingu raforkugeirans í kjölfar stofnunar Landsvirkjunar og ákvörðunar uppbyggingu virkjana til raforkusölu til stóriðju. Við sjáum að lítið hefur verið gert síðustu áratugina. Orkuvinnsla núna 20,1 terawatt stundir. Uppsetta afl í kerfinu 2900 megawatt. Frá árinu 2007, en þá kom Kárahnjúkavirkjun inn með 690 megawatt. En þá hafa komið virkjanir Búðarháls, Þeistareykir og stækkun Búrfells, auk nokkurra smávirkjana. Annars eins og við sjáum vinstra megin á myndinni, þá lítið af stórum súrum þar. Á sama tíma búið að skuldbinda þjóðina í svo og svo mikinn samdrátt af losun án þess að meta með nokkrum hætti hvernig á að efna þau loforð með raunhæfum hætti eða skaffa einfaldlega þá orku sem á að koma í staðinn. Á þessari mynd má sjá orkuspár, Orkustofnunar og Landsnets annars vegar og þróunina frá 1970 og hins vegar áætlaða orkuþörf fram til 2050. Miðað við spá Landsnets þarf að auka uppsett afl úr 2900 megawattum sem það í dag upp í 5800 2050 sem tvöföldun. En á sama tíma mun eftirspurn eftir raforku aukast sennilega mun meira en framboðið. Hvernig ætlum við að ná þeim orkuskiptum sem við höfum skuldbundið okkur til? Hvernig ætlum við að taka á móti nýjum iðnaði, til dæmis fiskafóðursverksmiðju sem tekur umtalsvert magn afl? Stóriðjan verður fyrir milljarðatapi vegna skerðinga. Á sama tíma eykst álvinnsla með óhreinum orkugjöfum annars staðar í heiminum. Gjaldeyristekjur tapast, þjóðin situr eftir fátækari. Þegar talað um orkuskipti til að losa út jarðefnaeldsneyti, þá verið að tala 1.000.000 tonn af eldsneyti. 1.000.000 tonn. Til þess að mæta þeirri breytingu, þá þurfum við að framleiða 15,5 terawattstundir af raforku sem dæmi. Eins og við sáum áðan, við erum að framleiða 20 terawattstundir í dag. Þannig að það dálítið sem þarf að bæta í. Fiskimjölsiðnaðurinn með orkufrekari iðnaði landsins fyrir utan stóriðjuna. Við höfum raforkuvætt fiskimjölsverksmiðjur okkar en fáum ekki raforku. Auðvitað þurfum að koma þessu í lag. Og þess vegna finnst mér full ástæða til að taka yfirlýsingar forsætisráðherra með jákvæðum hætti og við vonum svo sannarlega að sú ríkisstjórn sem tók við völdum daginn láti nú þessum blessuðu orðum sínum orkukerfið fylgja athafnir í orkumálum. Nú stöndum við frammi fyrir því að fá ekki raforku til verksmiðjanna verðum því að brenna olíu í staðinn. Hvað þýðir þetta? Hjá síldavinnslu var febrúarmánuður lítill, tókum einhver 13.000 tonn, en það jafngilti samt notkun 9.000 jarðefnaeldsneytisbíla í mánuðum því sem við notum á olíu, sem við hefum getað notað rafmagn. Ef hefði verið loðnuvertíð, hefði þessi losun jafngilt notkun 25.000 bíla. Þessi notkun, hjá öllum iðnaðinum á góðri loðnuvertíð, hefði hún jafngilt útblæstri 80.000 bíla.
hvernig eigum við að taka tali orkuskipti trúanlega þegar við erum í þessari stöðu. Útblæstrinum verður ekki eitt með kolefnissköttum og álögum. Það þarf einfaldlega að virkja og finna nýja græna orkukosti, vindmyllur. Aðeins kolefnisskatta og samanburð. Við erum í samkeppni meðal annars við verksmiðjur hérna rétt í kringum okkur í Færeyjum, Danmörku. Þær greiða ekki slíka skatta. Sama á við uppsjávarflota Færeyinga. Þurfum við ekki að staldra við, setja okkur raunhæf markmið og nýta þá grænu orkukosti sem til staðar eru í stað þess að setja okkur óraunhæf markmið og nota til þess ómælda fjármuni í alls konar greiningar og markmiðasetningar sem fyrir sér að náist ekki. Að teikna upp skattlagningu, boð og bönn sem engu skila nema búsnara bákni, fyrirtæki í sjávarútvegi á vaktinni og fylgjast með þeirri þróun sem eiga sér stað. En það til lítils að fjárfesta í raforkuvæðingu, vinnslu og skipa ekki hægt að fá rafmagn og orku. Skulum ekki gleyma því. Það í raun ekki komið fram raunhæf lausn fyrir fiskiskip á Íslandi þegar kemur að því að skipta út jarðefnaeldsneyti að fullu. Þau nýju skip sem verið að smíða eru mun hagkvæmari en eldri skip. Margt hefur gerst í þróun aðalvéla, stýringu, fiskleitartækjum og öðrum búnaði. Það ekki komið fram framtíðar orkumiðill fyrir fiskiskip sem skiptir olíunni út, né heildstæð lausn í sjónmáli. En eins og kom fram hérna áðan, þá mikil þróun í gangi, meðal annars hjá vélaframleiðendum, en það engin ein framtíðarlausn komin enn sem komið. Að skipta út orkumiðlum þegar sú stund kemur mun líka kalla á mikla innviðauppbyggingu og dreifingu hér innanlands og fjárfestingar. Þegar Síldarvinnslan og Samherji hófu samstarf byggingu á nýjum uppsjávarskipum, nýjum Berki og Vilhelm Þorsteinssyni, horfum við til þess við alla hönnun að gera þessi skip eins vel úr garði með tillit til orkunotkunar. Dæmi atriði sem horft var til við hönnun skipana var til dæmis nýtt stefni, skrokklag, yfirbyggingar, stærð glugga í brú. Setta voru 2 aðalvélar í stað 1 með breytilegu snúningshraða. Við nýtum glatvarma til upphitunar, fleiri kælivélar sem hægt að keyra eftir álagi sem hafa skilað miklum sparnaði, fiskleitar og siglingabúnaður sem skiptir miklu máli þannig að nýtni þeirra orku sem fyrir veiðar sé sem best. Allt auðvitað atriði ásamt mun fleirum sem skipta miklu máli þegar kemur að orkunýtingu. Eins og sjá má að smíði þessara skipa eru mikla framför að ræða frá eldri skipum í flotanum. Ég tel að við séum hins vegar ekkert komnir á endastöð, þróunin mun halda áfram og má fastlega gera ráð fyrir sambærilegum stórstígum framförum á næstu árum. Hvatinn þarf að vera til staðar kostnaðarlega og samfélagslega. En til þess að þessi þróun haldi áfram þurfa fyrirtæki í sjávarútvegi stöðugleika í kringum sitt umhverfi. Við þurfum fyrirtæki sem hafa bolmagn til þess að setja fjármuni í ný skip og nýja tækni. Við þurfum sterkan sjávarútveg. Aðeins bara til þess að sitja þetta í einfalda mynd að því ég svona einföld sál að austan. Að setti ég upp bara lítið einfalt dæmi. Það sýnir svona hvað bara einn kolmunatúr niður að Rockall sem löng sigling þýðir í raun og veru í þessum fjárfestingum. Þannig stilti ég upp túr á gamla Berki sem var byggður 1969, endurbyggður 1998 vegna skringilegra reglna á Íslandi úreldingu. Þá borgaði sig að klæstra saman gömlum skipum sem kostaði þjóðirna gríðarlega mikið, á meðan Norðmenn og aðrar þjóðir voru að byggja ný skip. En hvað það? Hann bar eftir þessar breytingar 1600 tonn og með eina aðalvél 6700 hestöfl, burðargetu í 1600 tonnum í kældum afla. Nýji börkur ber svona 3 og 1, 2 í kældum afla, eru með 2 aðalvélar, 4900 hestöfl hver, notar bara eina vél þegar hann að sigla til og frá miðum.
Og hérna sjáum við samdráttu olíunotkun í þessum eina túr einhver 45% per veitt tonn. Per veitt tonn. 45 til 50. Við höfum vissulega og reynt að halda okkur fylgst með þróun og reynt að setja okkur markmið, en það eru yfirleitt markmið sem við viljum gjarnan ná. Óraunhæf markmið er ekki til eins. Við höfum horft til margra smærri verkefna í okkar starfsemi sem eru raunhæf í orkuskiptum og nýtingu. Til dæmis settum við 500 kW landtengingu við uppsjávarvinnsluna í Neskaupstað, því þar liggja skipin og landa jafnóðum inn í vinnsluna. Til þess þurfa þau orku í að viðhalda kælingu afla, dæla afla í land, auk annarra notkunar. Sparnaður vegna notkunar á þessari landtengingu hjá okkur samsvarar til notkunar 350 bíla, sparneytina dísilbíla. Og núna erum við í litlu verkefni sem er áhugavert líka. Við erum að setja litla varmadælu við frystigeymsluna sem tekur uppgufuna varmann frá frystipressum, og þar erum við að búa til einhver 600 kW sem við munum nýta til upphitunar á húsnæði okkar. Orka sem áður fór út í loftið. Hvað raforkuna snertir, að þá er ljóst að hún er takmörkuð og það skýtur skökku við að við séum á þeim stað á árinu 2024 að setja upp olíukynta gufukatla, þar sem við byrjuðum að rafa það á 1990. En þar sem raforka er ekki til. Til að mæta slíku, þá erum við til dæmis núna að setja upp í Neskaupstað nýja hönnun af gufuþurrkara frá Velsmiðjunni í Heiðni. Hann er þrepaskiptur með varmadælum á milli þrepa, og við erum að binda vonir við það að það sé 30% hagkvæmari aðferð við þurrkun á fisk í þeim þurrkara en eldri þurrkun. Þannig ég er bara að benda hérna á nokkur lítil skref sem ég til raunhæft að við tökum, ásamt því að fylgjast með og vera tilbúin að taka stóru stökkin þegar þau koma. Nú, ef við skoðum aðeins kolefnisspor síldarinnar sem er blandað sjávarútvegsfyrirtæki, hvar hún liggur. Það liggur fyrir að starfsemi okkar er mjög háð jarðefnaeldsneyti, notkun jarðefnaeldsneytis. Stærsti hlutinn liggur hjá fiskiskipum okkar. Verkefni snýr því að haga rekstri og fjárfestingum í þá átt að þessi notkun minnki. En því fylgja áskoranir eins og rakið hefur verið. Eins og staðan er í dag verðum við að tryggja hreina raforku þar sem það er fært. Ég er sannfærður um það að endurnýjun skipaflotans mun skila okkur áleiðis. Við þurfum að vera vakandi yfir veiðistjórnun og stýringu skipana. Góð umgengni um auðlindir og náttúru skiptir líka miklu máli og er auðvitað sameiginlegt markmið okkar allra. Íslenskur sjávarútvegur stendur einfaldlega fram af flestum okkar samkeppnislöndum þegar kemur að fullnýtingu sjávarfangs, nýtingarmöguleikum, umhverfisvænni orkugjafa og tækniframförum í sjávarútvegi. Svo fátt eitt sem nefnt. Það er alveg ljóst að íslenska fiskveiðistjórnarkerfið gerir fiskveiðar okkar að þeim umhverfisvænstu í heimi. Það misnota stöðu mína hér og monta með þess. Ég fekk skilaboð í gærkvöldi. Börkur veiddi 71.000 tonn, 71.000 tonn á síðasta ári. Í það eyddi 3,2 milljörðum lítra af olíu. Norskt skip, sömu stærð, hannað af öðrum, ári eldra, eða tveim, veiddi 25.000 tonn, það notaði 31 milljón lítra af olíu. Þetta er næstu í þrefalt. Og þarna held ég að kristallist mörguleyti muninn á íslenskum sjávarútvegi og norskum. Þegar kemur að kolefnisfótspori og orku. Nú, umhverfismál er fyrirtækjum ekki íþyngjandi. Þetta er rekstrarmál sem fyrirtækin eru best til þess fallin að takast á við sjálf með sínum öfluga mannauð. Það má ekki ofgera hlutunum og íþyngja með regluverki og skattkerfi sem dregur athygli og getu fyrirtækjanna frá því sem skiptir máli.
Við getum sett allar heimsins kröfur á fyrirtækin og skrifað allar þær skýrslur sem við viljum. En græna orkan er ekki til staðar. Ef græna orkan er ekki til staðar, þá breyta orðin í skýrslunni litlu. Það má ekki láta óraunhæf markmið og samninga blinda okkur sýn. Við Íslendingar erum einfaldlega að gera mun betur í þessum málum en aðrar þjóðir sem við berum okkur saman við og þar viljum við vera og þar ætlum við að vera og við höldum áfram á þeirri vegferð. Takk fyrir mig. Ráðherra, kæru félagar og gestir, mér falið að taka saman það sem að hér hefur verið sagt og ég mun nú alveg örugglega ekki gera það betur en þeir sem á undan mér hafa komið. En mig langar aðeins að súmmera upp svona kannski kjarnan í þessu og hvernig við sem samtök og sem atvinnugrein hugsum kannski næstu skref fram veginn. Hugleiðingin er þessi, við verðum að passa okkur að reisa ekki hurðarás öxl. Kapp er best með forsjá eins og Gunnþór kom líka inn á, allt þýðir þetta það sama, að við megum ekki ana að neinu. Næstu skref eru ótrúlega mikilvæg en þau eru líka mjög vandmeðfarin. Eins og hér hefur verið komið inn á að þá hefur olíunotkun í sjávarútvegi dregist saman 40% frá 1990 og þarna höfum við þetta ótrúlega góða sögu að segja. Það er ekki bara atvinnugreinin, heldur eru þetta líka skynsamlegar ákvarðanir stjórnvalda. Með því að koma á aflamarkskerfi, varanleika aflaheimilda og frjálsu framsali 1990, að þá hefur vegferðin til þessa skilað okkur þessum árangri. En á sama tíma hafa þetta fyrirtækin líka sýnt ábyrgð með því að fjárfesta í nýsköpun og tækni, hafa langtíma hugsun það að draga úr áhrifum sínum á umhverfið. Þannig að það er ekki bara atvinnugreinin sem getur barið sér á brjóst fyrir það sem vel hefur verið gert, það eru þetta líka stjórnvöld. Eins og hér hefur verið ítrekað nefnt að þá hefði auðvitað verið kostur ef að aðgangur að raforku væri betri og meiri til starfseminnar og við værum þá komin nærri 50% ef að við hefðum haft rafmagn til fiskimjölsverksmiðja á umliðnum árum. Það er sumsé til að súmmera þetta upp, þá er engin fiskveiðþjóð sem hefur náð viðlíka árangri og Ísland. Og það var nú nefnt hér Noregur og maður sér það líka frá Evrópusambandinu. Þar eru svona kannski skammtíma hugleiðingar lausnir til skamms tíma til að draga úr áhrifum og umhverfi. Þær snúast fyrst og síðast það að breyta fiskveiðistjórnunarkerfunum, að koma á hagkvæmum veiðum, að ná að feta þennan stíg sem við höfum fetað síðastliðin 35 ár. Það eru svo sannarlega engar skyndilausnir, þetta er langhlaup. En þetta er það sem að stjórnvöld bæði í Noregi og Evrópusambandinu eru að huga að til þess að draga úr olíunotkun fiskveiða þar. Annað dæmi líka er að það er verið að huga að breytingum á ríkisstyrkjum sem hafa auðvitað verið ríflegir bæði í Evrópusambandinu og í Noregi. Þar sem að stjórnvöld eru, það er unnið upp fyrir þeim, að þau hafa dælt peningum inn í atvinnugrein á nokkura krafna til þess að dregir sé úr áhrifum á umhverfi. Reyndar er það þannig að við erum bara með allt og stóran flota að keppast og fá að fiska. Og það er auðvitað það sem að verður að breytast í þessum löndum til þess að þau geti náð sama árangri og Ísland. Þannig að við státum af ótrúlega góðum árangri og staða okkar er auðvitað einstök. En á sama tíma þá er auðvitað bara leiðin fram veginn mjög vandasöm. Og Gunnþór nefndi nú að hann væri einföld sál. Ég ætla að viðurkenna að ég er líklega enn einfaldari af skaganum. Og mér finnst ágætt kannski að grípa til samlíkinga sem ég held að allir hér skilji. Og það er baráttan aukakílóin. Þið lítir reyndar mörg vel mjög vel út, en ég get þá bara sagt það fyrir sjálfa mig. Þetta er eilíf barátta. Og ef við myndum bara gefa okkur það að við erum með 2 manneskjur af sama kyni, 160 cm á hæð, algjört handahóf, þær ætla að losna við 40% af þyngd sinni. Það vill hins vegar svo til að önnur manneskjan er 100 kíló en hinn er 60. Við vitum það öll að sú sem er 100 kíló og ætlar að losna við 40% af þyngd sinni mun líklega eiga tiltölulega auðvelt með það ef hún tekur skynsamar og réttar ákvarðanir og getur þá farið niður í 60 kíló sem er heilbrigt.
Manneskjan sem er 60 kíló og ætlar að losna við 40% af þyngd, það er kannski ekki sérstaklega skynsamlegt, jafnvel hættulegt. Og það sem ég er að segja með þessari samlíkingu er að íslensk sjávarútvegur á Íslandi er kannski 60 kíló á manneskjan. Sjávarútvegur í Noregi eða Evrópusambandinu er 100 kíló á manneskjan. Þannig að þau eiga eftir að losa sig við aukakílóin sem að íslensku sjávarútvegur hefur losað sig við. Og þegar maður er í þessari vegferð að losa sig við aukakíló, að þá eru skyndilausnirnar ótrúlega margar. Það eru margir sem að vilja ráða manni heilt það hvernig maður ætlar að losa sig við aukakílóin. Og mér datt í þessu samhengi í hug ágætan skets úr Little Britain, þar sem að þessi ágæta manneskja var að aðstoða fólk við það að losa sig við aukakílóin. Fólk sem að vildi losa við aukakíló og þótti gott að fá sér ís, rjómaís, þar var mælt með því að fá sér 1 klaka. Sá sem fannst súkkulaði gott, þar var mælt með því að fá sér súkkulaði baun, kakóbaun í eintölu, eina baun. Þannig að skyndilausnirnar voru svo sannarlega til og eru til, en þegar allt þrýtur og það átti að veita bestu ráðin, þá var það rygg. Best væri að losna við aukakílóin við það að borða bara rygg. Það væri fat free, laust við allar kaloríur, þannig að það væri skynsamlega leiðin. Ég er ekki að líkja stjórnvöldum við þessa ágætu konu eða öðrum sem vilja ráðleggja sjávarútveginn það hvernig best er að draga úr sótspori sínu. En við verðum að passa okkur á því að detta ekki í skyndilausnir. Núna reynir á að við tökum réttar ákvarðanir. Og ég held svo sannarlega að það sé hægt og við höfum átt í samtali og góðu samtali við stjórnvöld það hvað við teljum fýsilegt að gera og hvað sé raunhæft að gera. Þannig að okkur takist fyrir 2030, sem er nú rétt, rúmlega 5 ár, þangað til að 2030 rennur upp, að þá teljum við vel gerlegt og raunhæft að ná 55% samdrætti í kolefnislosun. Og þarna nú 3 þættir og þetta er kannski ekki ýkja flókið. Við erum að tala hvata til grænna fjárfestinga. Þar undir meira þess að kælikerfi, þannig að við erum í raun búin að fasa verulegu leyti út kælikerfin, þannig að við erum komin vel á veg þarna. En ef okkur ætlar að takast þetta á þessum fáu árum sem eru til stefnu, að þá verður að reyna að flýta fyrir fjárfestingun. Flýta fyrir fjárfestingu í skipum sem eru sparneytnari á orkuna. Og það mun ekki gerast nema með góðu samtali og samstarfi atvinnugreinar og stjórnvalda, með réttu hvötunum til þess. Það þarf líka að efla hafnatengingar eins og hér hefur verið komið inn á og þar krefst þess að við séum með aðgang að raforkunni og síðan tengingunum. Þannig að aftur þarna mikilvægi samstarfs stjórnvalda og að það sé fjármagn til staðar hjá hinu opinbera að fara í þessar aðgerðir. Nú og síðan það rafvæðing fiskimjölsverksmiðja. Við erum ennþá með Vestmannaeyjar og Þórshöfn sem ekki tengdar einu sinni inn á kerfi og geta þar leiðandi ekki keyrt á raforku og síðan skorturinn á raforku til hinna verksmiðjanna. Þannig að í grunninn þetta kannski ekki mjög flókið eða framúrstefnulegt, en við verðum að taka ákvarðanir. Og mig rekur minni til þess að það var nú afmælisdaginn minn fyrir 4 árum, 3. júlí 2020, að við skrifum undir viljayfirlýsingu við stjórnvöld, hvorki fleiri né færri en 7 ráðherra, sem ég fékk í afmælisgjöf þá og gekk vígreif til veislu þá kvöldið. Þar sem við vorum að festa á blað þessa sýn okkar og markmið og hvað þyrfti til. En það var margt sem þurfti að skoða í millitíðinni. Ég hef áhyggjur af því að nú eru 4 ár liðin og það hefur lítið gerst. Það hafa litlar aðgerðir og lítið fjármagn komið inn í þetta samstarf til þess að þoka okkur framveginn í þessari áskorun. Þannig að nú hefur við 5 ár, þannig að það ekki annað en að bretta upp ermar og einmitt að aðgerðir fylgi orðum. Þannig að því sögðu, þá vil ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Í sumargjöf frá samtökunum fáið þessa glæsilegu skýrslu. Þannig að ég vona að þið hafið gagn og gaman að og verðið einhverju nær, vonandi miklu nær, þá vegferð sem að sjávarútvegur á í átt að samdrætti í losun. Takk kærlega fyrir komuna.